Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku. Jæja. 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 Erum við ekki klárir bara? Við erum alveg rétt. Dásanlegt að fá þig heimsól. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Bara mín ánæginn. Við erum búin að tala dálítinn tímum að gera þetta viðtal. Ég kynntist þér bara þegar ég var nýkomin, búin að vera 3 mánuði samfellt í útlöndum og það var sameiginlegur vinnur okkar að Númi sem að kynnti mig fyrir þér. Alltaf áhugavert að ég man eftir bara fyrsta skipti sem að við hittumst almennilega þá ætlum við ekki setja í 4-5 klukkutíma. Já, við ætlum að hittast í svona klukkutíma og það endaði í, held ég, 5,5. Það var eitthvað svoleiðis, Já. Mér langaði fyrst af alla, því þú ert náttúrulega með heilsufyrirtæki, holistic.is og hefur verið að kafa mjög djúpt í heilsu. Ég hef náttúrulega mikinn áhuga á heilsu. Það er áhugavert að kynnast svona ungum einstaklingi sem er búin að grafa svona mikið. En þá kemur þessi spurning, hvað fekk þér til bara fyrsta spurningin, hvað fekk þér til að byrja að pæla svona mikið í heilsu? Það er góð spurning og sagan byrjar eiginlega árið 2011 og ég er 15 ára gamall og bara svona þess að útskýra hvernig líf mitt var, þá var ég var bara feitur tölvunörd. Feitur, það er þetta að sjá það fyrir. Já, ég var í áfeitu og ég átti ekkert sérlega marga vini og lífið mitt snerist gjörsamlega tölvuleiki. Og það sem gerist árið 2011 er að afi minn og besti vinur minn, hann deyr. Og það var rosalega erfitt fyrir mig út af því að ég þurfti að þetta var bara rosalega erfitt tímabil að einhvern veginn að taka á móti þessu og þegar það gerðist þá eiginlega í staðinn fyrir að vinna í því þá ákvað ég bara að flýja það og fara í tölvuleiki og það er raunverulega bætt ekki neitt og þannig að ég var bæði óheilbrigður líkamlega og andlega. Þannig að andlega þá var ég að flýja allar neikvæðar hugsanir, alla ábyrgð og ég var að flýja skólan, ég var eins oft veikur og ég mögulega gat, ég reyndi öll tækifæri, ég var alltaf hjá læknum að ljúga þeim að ég var með hálsbólgu eða hvað sem það er, til þess að fá að vera lengur í tölvunni. Og líkamlega, þá leið mér líka mjög illa á þetta þegar ég var ekkert að hreyfa mig og ég lifði á frosnu pítsum og Mountain Dew og öllu þessu. Þannig að ég var mjög langt í frá að vera einhvers konar heilsu manneskja. Og ég meira þess að man eftir því þegar ég var í Árbæjarskóla, ég var í stórum skóla og cirka 100 krakkar og við erum öll í píptest og ég var seinastur. Dead last. Já, þannig ég var ekki heilsu manneskja. Ok. Og þannig ég held áfram að vera í tölvuleikjum og ég er eiginlega bara svona að distansa mig frá raunveruleikunum og fara inn í sýndarveruleikan. Og það sem gerist er að ég missi bara hver ég er. Og ég verð svo ótrúlega þungur og þyngslin verða svo mikil að flýja. Að þegar ég kom inn í 9. bekk, sem 2012, þá finn ég bara að það er engin ástæða til að lifa. Og það er ekkert, ég hafði ekkert sem ég vildi upplifa. Og fyrir mér var ég bara feitur aumingi. Varstu komin í mikið sjálfsniðrif? Mjög. Og ég var með mjög mikið félagskveða, ég átti mjög erfitt með að eiga einhvers konar samskipti við fólk. Ég var eiginlega búin að missa flesta mínum vinum, þannig að mér leið bara svolítið eins og ég bara hataði sjálf mig og mér langaði ekki að lifa lengur. Þannig ég ákvað bara að það væri bara best að bara enda þetta. Og ég var búin að velja ákveðin dag sem ég langaði þess að svona peppa mig upp í að reyna
að drepa mig og þetta var seinasti dagurinn í skólanum í 9. bekk, rétt fyrir sumarið. En á þessum degi, þetta var rosalega góðu dagur og þetta var rosalega gott viður og sól úti og allir krakkarnir voru ógeðslega spenntir fyrir því að það sumarfrí og síðan allt í einu þá var eins og á þessum degi þá var bara random fólk sem ég hef aldrei talað við áður, eða random krakkar segja bara, heyru, áttu bara gangi ég vel í sumar og ég vona að eigi gott sumar og eitthvað svona og þá byrja smá ljós að kveikna inn í mér þannig að ég á leiðinni heim úr skólanum og ég man hvar ég var þegar þetta augnablik kemur og ég fyrir utan skólan og ég stoppa og það bara eins og ég hafi bara fengið þrömu í líkamann minn af einhverju ljósi og ég finn að það eitthvað meira bak við þetta líf heldur þetta og ég fekk von að ég gæti mögulega orðið eitthvað að ég gæti mögulega orðið betri, að það væri hægt að breytast eða bætast og það væri hægt að grennast, það væri hægt að eiga betra líf og það bara svona ég fór bara einhvern ham ég brunaði heim fór í töluna og ég dílitaði öllum töluleikin sem ég átti bara one by one og það sem ég fór að gera var bara ég ætla að gefa lífið mínu 1 ár, ég ætla bara að gefa mér 1 sjans og mér varst bara svona ég ætla að testa og sjá hvort það sé hægt að bætast og að vera betri þannig ég fer bara á fullu að googla how to lose fat og ég bara las alla greinarnar las ég 2, ok, nú skil ég svona sirka hvernig ég á að gera það og síðan fer ég að googla how to talk to people og ég fer að lesa þar greinar og ég fer að horfa vídeo það og ég verð bara hooked á personal development 16 ára gamall og allt sumarið þá ég bara á hverjum einasta degi að reyna að googla hvernig ég get orðið betri og eftir þetta sumar þá var ég búin að léttast 10-11 kíló og á hverjum einasta degi í skólanum bara það að mæta í skólan þá var allir bara, wow, hvað komum við þennan gæja á hverjum einasta degi þá var að gefa sjálfur mér challenge bara eins og að horfa í augun á stelpu og segja hæ og ég fyrir skólan og bara, ok, þetta challenge dagsins, ok, ég ætla að horfa á hennar hæ, það kemur hún hæ, ég bara holy shit hún samþykti mig og þá bara, ok, hvað ætla ég að gera á morgun ok, ég ætla kannski að pröfa bara að tala við hana það var það svona, hæ hvað segir þú? Já, bara fínt, eða þú? Oh my god og síðan bara á hverjum einasta degi þá var þetta bara rútínan, ég með einhverja áskorunir að reyna að tala við mismundi aðeila ég að reyna að grennast reyna að komast í betra form og ég reyna að bæta þeim á einhvern hátt og þannig ég bara í skólanum að gera þessi mismundi challenges sem ég var með og síðan heima ég bara að googla í marga klukkutíma og þannig ég á YouTube að hlusta á Tony Robbins og Brian Tracy og lesa bækur sem ég náði að downloada á netinu hvernig á að eignast vini og alls konar og bara 6 mánuðum setna þá var ég alltaf inn og komið fullt af vinum og ég búin að grennast töluvert og ég alltaf inn orðin hamingjussamur Þannig að á 6 mánuðum bara snýrur lífinu þínu raun og alveg við bara gjörsamlega Hvað, sko, þetta svakalega mér finnst þetta svakalega inspirerandi bara saga að heyra svona, að því þú ert komin svona ungur, komin á þennan stað og þú bara ég ætla bara að enda þetta fyrir fólk sem að hlusta, sko, því mér finnst alltaf svo gaman ef maður getur, þú veist, þú veist ekki nefnir bara ein manneskja sem að hlusta sem getur grætt eitthvað á því sem við erum að tala um hérna Hvað með þetta, þú veist að þú segir, þú ert með þetta einhvern veginn að þú byrjar og þá ertu greinilega með heilinn þinn virkar þannig að þú getur þá bara bitið þetta í þig að gera þetta. Dast aldrei tilbaka. Þú veist, þegar þú ert komin í svona mikið sjálfsniðri og eitthvað svona og svo byrjaru. Og ég held að það gerist svolítið oft hjá fólki að það kannski færi þetta pepp sem þú talar heyri nú bara, skilurðu, svo vaknar þetta daginn eftir og ferð aftur inn í gamla munstrið, sko. Var það aldrei þannig hjá þér? Náðurðu bara strax að
að finna litlu breytingarnar og halda áfram. Þannig að þetta svolítið langt síðan, en það komu ábyggla dagar þar sem að lífið var erfitt og þess að hugsun að komi inn, en ég var bara það ótrúlega mótiveraðar og ég hafði ekki neitt þess að missa. Þú veist, ég var nú þegar búin að missa allt sem ég þótti vænt Ég var búin að missa afa minn og ég var búin að missa vini mína og þetta var bara do or die. Ég var alveg sama. Þetta var bara þetta missionið og það er ekki neitt annað sem ég ætla að gera. Akkurat. Og stundum þurfum við bara að fara í nægilega mikla gryfju að við ákveðum bara, ok, þú veist, annarkvæmt ætla ég að klifra upp úr þessari hólu eða, þú veist, ég ætla bara að sleppa þessu. Þú segir afiðinn, hann hafi verið besti vinnuðinn, af því að mann á það slómbi, sko, fyrst þegar ég hitti þig, að því ég var vanur að tala við fólk og hef verið að vinna við að tala við fólk og þú rosalega vel gefin, bara mjög ungur en rosa djúpur einhvern veginn. Varstu mikið í samskiptum með eldra fólk sem bara barn og unglingur? Já, ég er eiginlega bara svona að mörgu leyti alveg upp á ömmu og afa og því að ég var alltaf hjá ömmu og afa eftir skóla og það var náttúrulega bara skólinn búinn, ég fer til ömmu og afa, það er náttúrulega bara dekrað mig, amma alltaf tilbúin með ristabrauð með sultu og kleinur og þannig að það var alltaf bara svo næs og þau byggu líka nálægt skólanum í Árbænum þannig að það var svo auðvelt bara að labba og þannig að já, ég hef eiginlega alltaf verið svona umkringdur eldra fólki. Já. Það gefur náttúrulega svona áhugavert þetta með svona lögin í samfélaginu að það er sko, ég man eftir þessu líka, ég var dálítið mikið alin upp á afa mínum og örglega með þegar maður horfði tilbaka þá var það örglega þú veist, það er sem barn að vera í svona miklum samskiptum við einhvern sem er komið með svona mikla lífsreynslu að heilin í mann er að pikka upp alls konar hluti og skilja alls konar hlutur menn finnst kannski þess að í nútímanum sé aðeins svona, ef maður veit það ekki að þetta kynslóðabil, sko að eldri kynslóðin sé svolítið ekki nægilega mikið þáttakundur í samfélaginu þú veist, bara, maður hugsar oft bara þetta eldra fólk sem er búið að fara í gegnum alla þessa lífsreynslu og með alla þessa visku mér stundum eins og við séum ekki að nýta þau nógu mikið, sko. Algjörlega. Og mér finnst líka ekkert endilega allir sem eru þannig að það er ekkert allir sem eru eldri, þeir eru ekkert allir eldurs. Nei, góð punktur. Bara eldur, þá er ég tala einhvern sem er með rosalega miklu lífsreynslu og er búin að skoða hana til þess að hún sé aðgengileg öðrum. Þannig að það er ekkert allir sem eru að fylgjast með sínum leksjum. Nei, nákvæmlega. En þú veist, þannig að við höfum alltaf verið með elders svona gegnum tíðina þannig að getur ímyndað svona gamla wise mannin sem er í öllum gamla vitra fólkið sem að koma og settist við varðaldinn og deildi visku sinni, sko. Já, og þegar hann talar þá hlusta allir. Akkurat. En það er ekkert alltaf þannig í dag og við erum kannski líka búin að læra það að bara svona hunsa gamla fólkið svona þú veist, við erum núna með síma þú veist, það sem þið eru að tala á ekkert við líf í dag þannig að þetta er bæði við sem að erum að hafna þeim eða þessum viskumálum og stundum eru viskumálunir ekkert endilega tjáður að hátt sem að lætur okkur hlusta. Nei, nákvæmlega. Hvað þetta með tölvuleikina? Það er eitt sem kom til mín þegar þú varst að segja þetta, það er sko á hvaða punkti ef maður lifir svona lífi sem er, þú veist, auðvitað má hver og eitt bara velja að lifa lífi sínu eins og hann vill en ég tengi við þess að þú ert að segja það hafa komið svona tímabil í mínu lífi þar sem að það er eitthvað sem byrjar að naga mig skilurðu, og þegar þú ert að lýsa þannig að hörmulegt að vera í svona miklu sjálfsniðrifi og ég þekki það vel en það góða við það er að það er einhver partur að þeirra að láta þig vita það er meira að núti fyrir þig þú átt að vera að gera eitthvað annað og hvað heldur með það að það náttúrulega er í nútímanum rosa mikið, sérstaklega kannski yngra fólk sem eru orðið rosa fast í símónum og svona, og sérstaklega kannski strákar sem eru tölvuleikjafíklar, sko. Algjörlega. Hvað er svona, þú veist, hvað er þetta að gera til þess að bara byrja að laga þetta? Að því maður hugsa, sko, ég er
líklega svona eiginlega einni kynslóð fyrir ofan þín næstu því. Ég hefði ekki átt break ef ég hefði verið barn með aðganga öllum þessum tölvuleikjum og símum og ég spilaði 2 tölvuleiki sem barn og unglingur og ég þurfti að brjóta diskinn í þeim báðum til þess að ég að breyka og hætta að spila á sko. Ég var það mikil fíkil sko. Og þá hugsa maður ef ég hefði verið bara ég veit ekki hvort ég hefði endað inn á Litla-Hrauni eða bara í einhverju rugli sko. Já. Þannig að, ertu að tala bara hvernig getur maður komið út úr töluleikjum yfir í hvað þetta er vandi, ég held að það sem þú ert að lýsa hjá þér, sé alveg, það x stór hópur af sérstaklega drengjum sem bara, þeir eru orðnar algjörlega ófunkarandi sem tölvuleikja fíklar. Ef þú verður að tala við einhvern sem er í sömu spórum eins og þú varst í þarna, hver er leiðin í að ná inn og byrja að segja, þetta er bara, þessi leið er ekki að fara með neitt sko. Þannig að ég myndi, ef ég væri með einhvern úling frá mig, þá myndi ég segja við hann, þú ert að eyða öllum þínum tíma í leik og þessi leikur er bara til í tölvunni. Þannig að allt sem þú færð út af þessum leik, hann er ekki að hafa bein áhrif á lífið þitt. En málið er að lífið er líka leikur og alveg eins og í tölvuleikjum, þannig að í tölvuleikjum þá er alltaf mörgir levels. Akkurat. Þannig að, fyrir eftir hvaða leikjum þú ert í, en það er alltaf einhvers konar framþróun af einhverju. Þannig að söguþráðurinn heldur áfram, karakterinn sem þú ert að spila, hann er kannski komið með herra skill-level í þessu, eða þessu, en lífið er nákvæmlega eins. En málið er því betur sem þú verður í tölvuleikjum, þá verður lífið ekki andalega betra. Nei, nákvæmlega. Því betur sem þú ert að spila leikinn sem lífið er, því meira mun lífsgæðin hækka. Horfirðu stundum á þitt eigið líf sem býr til þessa analógíu með tölvuleikin? Ég horfi á lífið sem tölvuleik. Þú gerir það? Já. Og hvernig veist þú sér kominu fór næsta borð? Það er náttúrulega erfitt að segja, maður er ekkert endilega, vöxtur er ekki línulegur. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú getur kannski upplifað hvernig er að vera, tökum til dæmis bara hugafar. Ok, þú kannski ert með 3 mánuði á einhverju lífinu þar sem þú ert ógeðslega jákvæður og þú ert bara, þitt hugafar er bara í level 10 kannski af 15 eða eitthvað en síðan kemur þú niður í level 5 þannig að þú verður að viðhalda levelunum líka en þú getur samt hort á lífið þitt eins þannig að ef þú myndir horfa og þetta er eitthvað sem við gerum í okkar þjálfunni, bara að reyna að hugsa og meta frá 0 til 10 hversu ánægður ertu með þínar eigin tilfinningar eða hversu ánægður ertu með þitt starf eða starfsferil eða hversu ánægður ertu með heilsuna þína hversu ánægður ertu með þitt hugafar og þínar hugsanir hversu ánægður ertu í þínu hlutverki sem fyrirmynd eða foreldri þannig að jafnvel að við eigum ekki öll börn en við erum alltaf að aðalega upp börnin sem eru kringum okkur og ef við horfum á það sem töluleik þá getum við fara að levela upp í lífin okkar býr bara til svona almennt stöðumat og vinnur út frá því og lífið mun verulegna er fyrir það hvað ef við verðum að tala um þetta því ég held að sé, einhvers staðar inn í okkur öllum þá þetta er svona þunn lína því að þetta er líka í samfélaginu eins og það er í dag að þá erum við með samfélagsmiðlana og það er þessi stanslausi samanburður sem þýðir að við búum til kannski eitthvað svona óraunhæfa mynd ég þekki það allan hjá sjálfum mér mér finnst á sama tíma eigi að vera að byggja upp vöðva eins og vaxtaræktagægin en ég á líka vera jafngóður að hlaupa eins og einhver maraþonhlaupari og ég ber mig alltaf saman við það besta hjá öllum í öllu og þá verður það mjög óraunhæft og þá er mjög líklegt að þú endir á að rífa sjálfa þig niður og vera bara í einhverju bulli, skilur en á sama tíma er fallegt að það er einhver partur af þeir sem vill vaksa og það er partur af þeir sem segir ég veit ég get gert betur ég veit að er meira þarna hvað myndir þú segja bara fyrir einhvern sem langar bara akkurat núna að byrja að taka einhver skref í að bæta sig hvað er gott að byrja? Seinni hlutin af þessum þætti er aðgengilegur inni á sölvitryggva.is.
Þar fá áskrifundur aðgang að nýjum þætti í hverri viku.